tvisvar í mánuði, annan hvern miðvikudag, þar sem eftir lifir vetrar og fram til vors. En við bregðum þegar út af venju núna í þessum fyrsta þætti. Í kvöld laugardagskvöld, það kyngimagnað kvöld, því í nótt eru álfar á kreiki og ýmsar vættir vakna. Mannfólkið líka í hátíðarskapi, enda 13. dagur jóla. Og af því tilefni þá ekki ólíklegt að bæði þið sem heima sitjið og eins og við hér í sjónvarpssal séum í skapi til þess að taka lagið. Og það ætlum við einmitt að gera hér í kvöld með aðstoð góðra gesta. Mér langar til að kynna gesti salarins og bjóða þá hjartanlega velkomna. Það kór aldraðra í Reykjavík og barnakór Bústaðasóknar sem ætla að vera okkur hér til ánægju í kvöld. Nú, þessum söng fylgir að sjálfsögðu undirleikur og hann annast Guðni Þ. Guðmundsson, organist í Bústaðasókn. En við ætlum ekki bara að syngja í kvöld, við ætlum líka að skrafa og spjalla létt og eru þá ónefndir til sögunar. Heiðursgestir kvöldsins, þá vart ástæða til að kynna frekar landsþekktir höfðingjar og stórsöngvarar Guðmundur Jónsson og Kristinn Hallsson. Gjörið svo vel. Fyrir sér alvaran, það rauður lagið brann. Líðan lagði dýrin undan jörðunum, líðan lagði dýrin undan jörðunum fram. Þar kom út ein álfamær, millir hann, sillir hann. Sú var ekki Kristi kær, það rauður lagið brann. Líðan lagði dýrin undan jörðunum, líðan lagði dýrin undan jörðunum fram. Þar kom út ein önnur, villir hann, sillir hann. Kjölt á silfurkönnu, þar rauður lagið brann. Líðan lagði dýrin undan jörðunum, líðan lagði dýrin undan jörðunum fram. Þar kom út hinn þriðja, villir hann, sillir hann. Með gullbandum sig miðja, þar rauður lagið brann. Líðan lagði dýrin undan jörðunum, líðan lagði dýrin undan jörðunum fram. Þar kom út ein fjórða, villir hann, sillir hann. Hún tók svo til orða, þar rauður lagið brann. Líðan lagði dýrin undan jörðunum, líðan lagði dýrin undan jörðunum fram. Velkomin Ólafur Liljurós, villir hann, sillir hann. Gakki Björg og bú með oss, þar rauður lagið brann. Líðan lagði dýrin undan jörðunum, líðan lagði dýrin undan jörðunum fram. Ekki vil ég með álfur búa, villir hann, sillir hann. Heldur vil ég á Krist minn trúa, þar rauður lagið brann. Líðan lagði dýrin undan jörðunum, líðan lagði dýrin undan jörðunum fram. Vend ég mínu þvæði kross, villir hann, stillir hann. Sátt til María sem oss, þar rauður lagið brann. Líðan lagði dýrin undan jörðunum, líðan lagði dýrin undan jörðunum fram. Komið nú hérna til mín. Svo fyrir þau verið. En mikill ánægju. Hvernig sæki ég að ykkur? En vel. Búin að hafa gott yfir jólin og... Já, ljómandi reynd. Og kaffisopa Guðmundur minn, hefur þú ekki... Nú, ég fyrna svolítið. Þurfti að fylla dálítið út í hennar jakka, hann var orðinn allt á víður. Langt síðan hann var notaður? Já, ekki síðan Kristinn var 60 og það ár og aldur síðan. Jæja, heyrðu, já, ég ætla nú að láta vita því meðan ég man að stúlkan sem að söng hérna svona fallega fyrir okkur áðan, hún heiti Bryndís Björnsdóttir úr barnakór Bústaðasóknar. Já, við skulum klappa fyrir henni.
svo við snúum okkur nú að efninu. Það er svo einkennilegt að þegar nöfn ykkar, annars ykkar kemur upp í hugum fólks, þá líður ekki löngu áður en nafn hins er nefnt í sömu andrá. Það er eins og þessi orðnir tvíeyki. Er þetta ekki eins og hérna litlu og stóri í gamla dagi? Heldurðu það? Bíómyndum. Guð og gokki. Já. Heyrðu, hvað eru þið búin að þekkjast lengi? Það er mörg ár síðan. Tölvöld mörg ár síðan. Ég held að það hafi verið 1944 sem að ég gerðist mikið aðdáandans þegar ég söng með móður minni, Guðrúnu Ágústsdóttur, sem söng mikið hér í gamla daga. Já. Það var ekki 44? Nei, 43. 43 líklega, februar. Já. Ég man það nú ekki, ég var svo ungur þá. Já, já. Nú seinna þá gerðist ég nemandi Guðmundar og söng með honum Rigoletto meðal annars, fyrstu óperuuppfærslunni í Þjóðleikhúsinu. Já. Svo þess að það hefur aldrei slitnað þráður hjá mér sko að vera aðdáandans. Nei. Guðmundur, hvernig leist þér nú á piltinn þegar hann kom í nám til þín? Þú sér það nú bara, því ég lagði nú að honum eins og fleiri, Stefán Íslandi með þar með maður, að fara nú að læra meira, læra betur. Já. En þetta var frábært efni og þú þurfti lítið að læra einlega, þetta var meðfætt mikið. Já. Ég var nú eitthvað að tregðast við sko, en þeir hvöttu mig og ég man eftir því að þeir nefndu þetta sko, ef þú ferð ekki í framhaldsnám, þá kemur þið til með að sjá eftir alla þína ævi. Ég ert ekki viss um það núna? Það verður viljað missa þessu? Ég held áfram stöðugt að vera aðdáandi en Guðmundur svo sem þetta varð ekkert klikk. Þetta er nú gagkvæmt eins og við. En segðu mér, já þið nefnduð að þið hefðuð verið saman í Rigoletto. Það er fyrsta óperan sem er sett upp í Þjóðleikhúsinu eftir að það hefur göngu sína. Já, með íslenskum kröftum. Já. Svíjar komu hérna árið áður með gestaóperu, já. Já, en þetta er sem sagt fyrsta innlenda framlagið. Þá söng og lék Kristín hérna hlutverk leigumorðingjans Sparafútsílu og þegar þetta sjá drenginn þá. Tók hann sig vel út í því? Ó, minnst ekki að það, já. Það var nú svo eins og þvengur mjór, elsku kallinn. Hver skyldi trúa því í dag? Já, hérna. Já, ég var mjög grannur, það var átt að segja það. Og ekki kom með undirhúku? Nei. Hvernig var að vinna í Þjóðleikhúsinu? Hvernig var að taka þátt í þessum, já hvað við að segja, fyrstu skrefum Þjóðleikhúsins? Það var mjög ánægulegt, en hins vegar var þetta geysileg vinna. Það var nú ekkert borgað fyrir ræfingar þá og þá vann maður fram á nætur alveg til þess að æfa þess að gera þetta eins gott og hægt var. Því að menn spáðu nú ekkert vel fyrir þessu, bæði að vera með óvænt fólk þarna svið og tala og ekki vera með svona viðvanning í aðalhlutverki eins og raun var á. Og svo við ætlum nú að reyna að afsanna það að þetta gengi ekki og allir lögðu sér fram. Svo fengum við elskulegt fólk að utan, bæði leikstjórinn sem var Símon Edvardsson, gamall teaterrotta eins og hann kallaði sig, og svo þessi góðu gesti Stefán og hvað hún hefði hérna, Elsi Múl. Já. Elskulegt og gott fólk, var hann vel með okkur og fór ekkert í fílu þó við kynnum ekki og getum ekki. Það gekk ágætlega bara. Hvaða söngfólk var það helst sem var svona að byrja að ryðja sér til rúms þarna þetta leyti? Svona eftirminnilegir söngvarar. Voru það bara þið tveir varlega? Nei, Guðmunda Elíasdóttir, Sigurður Ólason, Gunnar Kristínsson, það voru vant að tella Einar Sturluson. Einar Sturluson, já. Það var eitt skar af ungu fólki sem var svona, var með í fyrstu. Sigur Hjaltested. Ekki því að hún kom seinna, skömmu seinna að vísu. Þetta var allt fólk á upplið. Nú hefur stundum verið talað um það að þessi fyrstu ár Þjóðleikhússins, þau eru svona hjúpuð svolítið rósrauðum ljóma. Þarna var verið að gera það óframkvæmanlega miðað við, já hvað ég var að segja, efni og aðstæður og fólksfjölda. Ég held að mér sé út að fullyrða að fólk hafi bara orðið steinhissa. Hvað þetta tókst vel og myndarlega. Og allavega þeir erlendu gestir sem komu til þess að sjá þessa óperu töldu að Guðmundur væri meðal bestu Rigoletto í heimi. Og ekki nóg með það að... Aldrei heyrði ég þetta. Þegiðu bara. Þér var boðið til Kaupmannahafnar til þess að syngja til dæmis Rigoletto hlutverkið. Já, það var 53, já það. Já, 53. Já. Mikið lífandróskum, það er alveg sett. Þetta var mjög ánægilegt tímabil, sko. Þetta unnu allir vel saman. Afbrýði sem var ekki til, það var hópur sem vann vel saman, allt góðir vinur og félagar
Og ég ákaflega, eins og ég veit við báðir erum ákaflega ánægður og stoltir yfir að hafa fengið að vera með í þessar uppbyggingu sem hefur þó orðið á þessu. Já. Nú erum við með næstum óperu á hverju strái líkur það. Já, það hefur mikið breyst, sko. Ég vil taka undir þetta sem þú segir, Guðmundur minn, með þetta að engin afbrýðissemi hafi verið. Ég minnist þess þegar til dæmis Jón Sigurbjörnsson komst að í Stockholmsóperunni. Já. Þá fögnuðum við allir og við glöddumst yfir því hvað þegar eitthvað gekk vel og menn fengu hlutverk, þá bara gratulerðum við og annað slíkt, sko. Og skoðum bara til hamingju. Og meintum það. Og meintum það, já. Það er nefnilega það. Það fór ekki hnífurinn á milli okkar þessa hóps sem var þarna. Eru einhverjir svona samstarfsmenn ykkur minnistæðari öðrum fremur? Þegar þið lítið öxl? Ekki þori að segja það, ekki nema Kristinn bara, við höfum vel alveg sérstaklega samlokur á þessu sviði, já. En það hefur allt verið indælisfólk og gott að finna með því. Guðlaugur Rósenkrantz var nú nafntogaður maður, þjóðleikhússtjóri. Sko. Hvernig minnist þið hans? Ég get sagt þér það, hann var dálítið furðulega samsettur. Það má ekki segja það, en það er mín samfæring. Hann var svo klaufalegur stundum, hann talaði áður en hann hugsaði og það var til þess að fólk fór að fá þar hugmyndir, hann var alls ekki vel greindur. Það mest er misskilningur, hann var bara fljótfær. Til dæmis þegar hérna, það var svo margt sem eftir að segja frí, ég get sagt í sambandi við Rigoletto, þegar við vorum að undirbúa þá ágætu óperu, þá sýndi Háskólabíó sem hét Tjarnarbíó í þá daga, kvikmynd af Rigoletto. Frá Skala með Tito Gobbi og öðru stórmenni þarna og ég satt okkur að bóði þarna sem voru þarna í framlínunni á þessum æfingum og Guðlaugur satt á fremsta bekk þessum litlu svölum og ég satt 3-4 bekkjum fyrir aftan og ég sá hvernig hann seig alltaf niður í sæti eftir sem leið á óperuna. Svo frétti ég hann hefði sagt eftir á við ráðunu Þjóðleikhússins sem hafði nú eiginlega lagt til að þessi ópera yrði tekin. Hann sagði, nú fórst illa með mig, Jón. Það var Jón Þórarinsson tónskáld. Já. Nú, hvernig þá, sagði Jón? Já, ég vissi ekki að þetta endaði svona sorglega. Nú, en þetta er alveg sætt, sko. En það rættist nú úr þessu. Hann tók gleði sín aftur, þrátt fyrir sorglegan endi. Já. Já, það voru gerðir ótrúlegir hlutir þarna á þessum tíma. Ég efast að ef einhver annar hefði verið þjóðleikhússtjóri að jafnvel hafi tiltekist eins og undir stjórn Guðlaugs þessi fyrstu ár. Ég verði að segja. Það hef ég marg sagt. Það hefur verið hugurinn og svona starfsgleðin. Og að auki þá gerist það einu sinni að það átt að loka vegna þess að skuldaði söluskatti eða skemmtanaskatti eða eitthvað. Það átt að innsigla leikhúsið. Og Guðlaugur veðsetti húsið sitt. Sitt eigið hús? Fékk lán og veðsetti húsið sitt til að borga skuldina og það sem ég sjá einhvern mann í slíkri stöðu sem hefði gert það. Gera annað eins. Hjá ríkinu, það ekki. Hva? Nú, en þið eru nú búinir að þekkjast lengi og hafi nú átt ykkar stundir saman, ef að mig grunar rétt. Já. Þar sem kannski fleira hefur verið gert en að syngja. Guðmundur, Kristinn segir mér að þú sért hagyrðingur. Og yrkir. Það er nú ekki rétt. Hvað segirðu, Kristinn? Þetta er alveg hárrétt. Ég söng hér það var eitthvað sem hétt Söngvarsheiður á 13. fyrir 2 árum síðan. Og þá datt okkur í huga því að við vorum svona búast við því að bjórinn væri að koma. Svona var farið að óttast af sumum en sumur voru að vona. Þá samdi Guðmundur þennan ljómandi texta. Það var nú bara vegna þess að ég fann ekki þessar 3 vísur sem ég átti nú til eftir einhver aðra. Þú varst búinn að biðja það er alltaf. Heyrðu, ert þetta við Bjórkjallarann? Þetta við Bjórkjallarann, já. Hvernig var, já. Og núna, af því að það stendur nú víst til að við brillerum á Bjórkjallarann, tók hann sér til og afhenti mér miða á hann. Þetta er textin sem þú átt að syngja. Svo er hann með annan texta, við ætlum að skipta því á milli okkar. Við ætlum að skipta því á milli okkar. Heyrðu, við skulum gefa þeim gott það. Syngjum texta Guðmundur. Guðni minn, ertu búinn með forspilið eða get ég fengið það aftur svona en kadens eitthvað flott?
kjöt með rámri raust. Ég ruddi úr mér svo feldum orðum að ekki virtist vansalaust að væru engar ölkollur á borðum. Ég vitnaði í Óðinn, vitnaði í Þór sem vildu báðir mjöðin smakka. Þið vitið öll hve vel það fór. Það víst mér að þakka. Við þangað höfum báðir bjór og berum ekki við að vera í svelti. En hitt rétt við þetta fjór, þá þykknar maður dálítið undir belti. En eitt þó við öl sem óþægilegt og alltaf verð ég á því hissa. Hve maður margar ferðir fer fram til þess að pissa. Þið ætlið nú að syngja meira fyrir okkur, það ekki? Þetta er nú orðið svo gaman. Endilega. Þú, hvað kemur næst? Vegna þess, Ólína hefur nú verið elskuleg við okkur undirbúning þessa þáttar, þá spurðum við hana hvort við mættum ekki hérna aðeins komin og óvart hérna á þessari samkomu og taka eitt glúttalag fyrir hana. Hún neitaði því ekki þá, ég vona hún gera ekki heldur núna. Nei. Gefðu okkur forspil, elska mín. Ólína, megum við syngja saman söng sem við báðir viljum helga þér. Ekki furða þó gleð og gaman læðist við einmitt það sem augað sér. Herra minn góður, hvað hún fögur, hún eins og engill svo ljúf og blíð. Gott gáan bóndinn og börnin fjögur, blessu sé Ólína alla tíð. Þið gátu nú varað mig við þessu, ég vissi nú ekki að þessu. Já. Þetta var, hvað kallaði það? Leyndakameran eða eitthvað svona? Já, faldamyndavélin. Faldamyndavélin. Það fer svo hjá sér, eigum við ekki að syngja meira? Eigum við ekki bara að syngja öll? Góða veislu gjöra skal. Eitthvað svona meðan roðin er að fara úr kinnunum. Góða veislu gjöra skal. Góða veislu gjöra skal, þá ég geng í dans. Kveðjum kom Pípinn og Ólöfu dóttur hans. Passa og gjörför mig og sól, við ráða framvita sem næstu jól. Dóttir konungs lífa valvænir á að sjá, svo að líta meyjar kyn sem renni dreyrum smjá. Stígum passa og gjörför mig og sól, hún svo væn og þekkileg sem þegnar herma frá. Heyri menn þá heit mitt,
hennar skal ég fá. Stígum fast á fjölsvögn og sól, hugum á að farði dansum næstu jól. Nú glatt í hverjum hól, hátt nú allir kveði, innstu nóttum heil og jól, höldum álfa gleði. Fagurt efnið rammavætta söng, syngur átt á dönsum því nóttin svo löng. Syngur átt á dönsum því nóttin svo löng. Kátir ljúflings kveðum lag, kveðum draumgótt smjalla, kveðum glaður gýjar slag, glott nú á kjalla. Fagurt efnið rammavætta söng, syngur átt á dönsum því nóttin svo löng. Syngur átt á dönsum því nóttin svo löng. Síðast reynum rammaslag, rökkvan átum betur, að því feiknum fyrtalag, björga dansinn getur. Fagurt efnið rammavætta söng, syngur átt á dönsum því nóttin svo löng. Syngur átt á dönsum því nóttin svo löng. Komið þið nú til mín. Nú er ég orðin svo meir sko, veik fyrir ykkur nú. Vil ég ekki vita af ykkur þarna. Við gætum farið að syngja mig aftur. Við gætum farið að syngja mig aftur sko. Þetta sem hún sagði, minnum hann upp á Biblínu, komið til mín. Já. Það eru þeir sem erfið á þungari hlaðin. Já. Verður erfið að heldur betur. Heyrðu, já, ég eigum ekki að slá aðeins að hátíðlegri strengi. Mér er nú að detta það í huga að menn eins og þið sem hafið helgað eiginlega tónlistinni lungan úr ykkar lífi. Maður spyr sér stundum að því hvernig þessi tónlistarást sé sprottin. Er þetta eitthvað úr ykkar umhverfi eða er þetta eitthvað sem kom svona sjálfur sér? Utan við lög og rétt kannski? Kristín var svona músík fjölskyldu, þetta var nú bara lág í eðli hjá honum. Eins og það er að rekja músík ekki feril heldur þráð aftur í eftir. Ég til dæmis, heyrði þeim tíma einn af mínum forfæðurum hefði verið forsöngvari upp í Borgarfirði, einhverju kirkju. Og hann gerði alltaf á stórhátíðum sem voru náttúrulega vetur að fara í fótabát á hlaði til þess að fá betri bassa, sko. Já. Já, kallt fótabát. Háttaldi kvef. Háttaldi kvef. Já. Heyrðu, en segið mér, hefur tónlistin gefið ykkur mikið? Er þetta mjög ríkur þáttur í ykkar lífi? Hvað meinar með gefa okkur mikið? Já, ekki kannski peningalega séð, ég er ekki að tala um það. Það hefur enginn orðið ríkur á þessu hér, allavega þó að þetta hafi verið mjög góð gjöf að fá að tekja þátt í þessu. Já. Það er það. Geysilega reynd. Já. Nú þegar maður lítur á feril margra söngvara, þá sér maður að margir hafa hleypt heimdraganum og haldið út í heim og sumir hafa fengið það sem þeir sóttust eftir þar og aðrir snúið heim og kannski orðið fyrir vonbrigðum. Hvernig var með ykkur tvo? Áttu þið ykkur drauma heimsfrægð og frama kannski þegar þið voruð ungir menn? Það var nú bara barnaskapur að neita því. Hins vegar var ég í Svíþjóð 2 ár, 47-49. Og þá komst ég að því og áttaði mig á því, ég var fjölskyldumaður þá. Ef maður kemst vel áfram, þá er maður fljúgandi út alla veröld, á hvergi heima. Og auk þess sá ég að það var ansi mikið olnbogaskot og klíkur og vindríkur þarna í Stokkólm, ég frétt að heyrða því. Og ég veist að þetta er ekki fyrir mig, það er betra að fara heim og fara eitthvað að vinna, maður getur bara gert eitthvað sem kemur upp. Þau verið aðeins annað enn í Þjóðleikhúsinu. Já. Þetta er mjög svipað með mig, skal ég segja. Þetta er eiginlega nákvæmlega samskonar að öðru leyti en því að ég var fyrir því happi að ég var ráðinn við Sadler's Wells óperuna, fékk ekki atvinnuleyfi í Englandi. Ég var ráðinn líka við Kílaróperuna en það fannst fjölskyldum minn ekki nógu gott og vildi nú heldur fara heim og svona. Ég veit að við höfum Guðmundur báðið tveir, já, allavega ég fengi einn 8 tilboð, 8 möguleika á því að fara á sitt erlendis. En ég segi eins og Guðmundur, það intríkur og þeir erfiðleikar sem að í því felast eru ekki mannbætandi, svo ég hélt og ég er sem sagt á sömu skoðun á Guðmundur og það er miklu betra að hafa verið hér heima. Enda líka held ég
að líka hafi nú verið svo ósk að hér yrði byggð upp ópera að einhverju leyti þar sem væri til dæmis hægt að ráða mann. Eitthvað þess aftur. Maður átti von á því að fá ráðningu við til dæmis Þjóðleikhúsið. Satt að segja þá kom þetta upp nokkrum sinnum á áratug milli 50 og 60 var þetta meira sér kom fyrir Alþingi. En það varð ekkert úr einu eða neinu og ég held allavega sem betur fer. Já, hann segir það. Þú hafnaðir í stjórnarráðinu og ég inn í útvarpinu. Það er langt betra pláss. En nú hvarflar það að manni að það er nú kannski ekki allt jafn hátíðlegt í söngnum og tónlistinni frekar heldur en lífinu sjálfu. Og ég hef nú stundum verið að velta því fyrir mér með svona söngreynda menn eins og ykkur. Hvort að þið hafið ekki ykkur tímann komist í svolítið einkennilega aðstöðu eða spaugilega eða hjákátlega aðstöðu við einhver tækifæri. Líka það náttúrulega við tökum okkur aldrei hátíðlega hérna þessi tveir karlar sko. Nei. Aldrei gert það. Er það ekki kostur? Það finnst mér. Að vissu leyti? Það finnst mér, já. Jú, þegar margt spaugilegt kom fyrir og sem erfitt. Ég gleymi því aldrei, það er einna minnisstæðist þegar ég var að syngja í Pagliacci og var að syngja prólóginn þarna. Það voru ljósa hvað heitir að gryfja, ekki beint gryfja en það var gróf niður í renna niður í sviðið og ég er einn sem blindast af kastljósum dálítið, sé ekki almennilega það frá mér og rétt í því sem ég var að taka hæsta tónið þarna sem var akkurát á græns og ég hefði nú svona hversdagslega þá steig ég annar löppin ofan í ljósakassan og kolsprakk og þurfti að reyna að losa löppina úr þessari blikkrennu það fauk náttúrulega í mjög leið, það er svo Pétur Gamli Jónsson að því leyti, hann sagði alltaf ef eitthvað kemur fyrir þá verði ég svo reiður við sjálf mig að bara fer í gegnum þetta allt saman. Ég reif löppun upp og kláraði þetta með príði en tónninn var alveg hreint í lausulótt og sprakk alveg óskaplega. Það er alveg geysilega margt sem getur komið fyrir og hefur komið fyrir og ef maður fer að rifja þetta upp þá man ég eftir því að ég fór eiginlega að skrifa þetta niður fyrir vegna þess að ég var beðinn að Lions að segja frá svona ýmislegu sem komið þau fyrir og ég ætlaði bara ekki geta stoppað. Nei, það var svo margt sem kom upp. Það var svo margt sem kom upp á. Þetta er svo aftur að einhver skemmtilegasta saga sem ég hef vitað er eitt þess að hún var nefnilega svo hræðilega pínleg meðan á henni stóð. Já. Það er þessi, ef ég á að fara að segja þessu sögu. Já, látt hann að koma. Ég og vinur minn og söngfélagi Guðmundur Guðjónsson sem er nú víst einhvers staðar hér í sjónvarpinu. Já. Hann og ég við fórum í bölvuðu óveðri upp á Akranes eitt sinn. Það var stangaveiðifélags árshátíð og sem við komum þangað þá uppgötvaðist að vísu að píanistinn hafði orðið eftir með nóturnar svo að þessi dagur byrjaði nú ekki vel og ég settist niður með ágætu manni leituðum upp í nótur og ég fór að lækka fyrir mig, það passaði eiginlega flest fyrir Guðmund. Mér minnir að það hafi verið frú Sigríður Auður sem gerðist undirleikari og þetta var sem sagt mjög erfiður dagur. Sem endaði með því eins og oft vill verða þegar maður er búinn að syngja eins og í flestum tilfellum hefur vafalaust verið hjá okkur báðum að maður vildi ekki vera eftir í sangkvæminu sko. Þegar því lauk sem sagt fyrir okkur þegar voru loksins búin að skila okkur á óskaplega fegnir að hafa komist yfir þetta. Þá kemur til okkar maður eða við það býða eftir okkur boðum að við erum bónir út í bæ. Hvað við á að gerum og við erum ekki þarna upp á hótelinu þrátt fyrir það að við fengið smá gjöf frá þeim sem var falleg brennvínsflaska eða ágavítsflaska, ég man ekki hvað var og við settum hana bara á svona servantega borð á milli rúman okkar á hótelherberginu upp á Akranesi. Nú þar stóðum blessuð flaskan þegar við komum svo heim nóttina og höfum ekkert smakkað og ekki neitt svoleiðis. Og morgunin eftir kölluðum við á þjóninn því að við ætluðum sannarlega að komast til Reykjavíkur helst fyrir hátíð. Ég held að það verið klukkan 11 eða eitthvað á sunnudegi sem skipið átt að fara á Akranesi til Reykjavíkur. Nema hvað að við kölluðum á þjóninn og byggjum hann að koma með morgunverð handa okkur upp á herbergi. Þjónninn kemur svona í dyrnar, maður sem við þekktum vel, kallar Eddi, og talar við okkur og við pöntum rista brauð og ég held spælegg eða eitthvað svoleiðis og ágæta morgunverð. Og svo fer hann niður til þess að ganga frá þessu, eins og löggjara ráð fyrir. Þá bara
pakkað upp á svona elegant. Kom inn, segir við Guðmundur, svona þetta sé. Í rúminu. Létum okkur detta í, við erum báðir í rúminu, sko. Og þá kemur maðurinn, heldur dimmt yfir svip hans, ég myndi ekki eftir, ég hef nokkuð séð þennan mann. Og hann segir allt í einu, þetta herbergi númer 4 og þetta ekki herbergi Kristins Hallssonar og Guðmundar Guðjónssonar? Jú, það ekki hægt að neita því, enda vorum við báðir þarna í rúminu, sikkur rúminu sjálfsögðu. Nema hvað að maðurinn kemur og segir bara ósköp já, ég nú kominn hingað fyrir hönd konu minnar og að ná í sokkabuxur konunnar. Og við vorum alveg, ég veit ekki hvað, það var bara breiði yfir höfuðið. En ákveðnir því hér hefur ekkert slíkt átt sér stað að það sé ástæði til að ætla að hafa einhver skilja eftir eitthvað af undirföddu sínum. Já, konan sagði mér þetta, síðan leit maðurinn á númerið á hurðinni og sagði, jú, hvað þetta er númer 4? Nú eru þau ekki Kristinn Hallsson og Guðmundur Guðjónsson. Við gátum ekki neita því. Já, konan sagði mér að sokkabuxurnar hennar væru hér. Ég hafði nú séð menn í erfiðleikum eftir ölföng, þannig að ég sá að hann bar sig mjög illa, hann var dálítið skjálfandi svona og svo framvegis og ég stakk upp á því af því að flaskan var þarna á hreif. Má ég ekki bjóða þér upp á 1 glas þangað til þjónninn kemur með morgunmatinn, hann getur upplýst þetta allt saman. Honum var nefnilega alveg kunnugt hvar við höfðum verið nóttina. Fríða manninn. Já, fríða manninn. Og maðurinn situr þarna áfram og við erum alveg í öngum okkar yfir því hvað blessaður þjónninn lengi að útbúa morgunverðinn og svo þess og maðurinn komin held ég á 3. eða 4. glas þarna hjá okkur og var farin að fara með vísur eftir eina ben og svona og þetta var orðin ágætt skemmtun hjá okkur. Svo kemur allt í einu blessaður þjónninn og ég segi, guðsilót komin Eddi, þú getur þá útskýrt fyrir þessum manni að hér var engin kvenmaður í nótti að við vorum ekkert að gammast hér eða neitt svo við og sko blátt áfram að konan hans, hann sér að konan sín hafi skilið eftir sokkabuxurnar. Þetta getur bara ekki verið. Konan hans, segir þjónninn. Hann á enga konu þessi. Heyrðu, býttu. Var það þá brennivínsflaskan? Það var að hann sá brennivínsflaskan og notaði tækifærið til þess að nálgast hann á þennan hátt. Já, það hefur ábyggilega margt komið upp á. En hafið þið aldrei lent í því að það vantaði hljóðfæraleikara eða nóturnar týndust eða eitthvað því líkt? Og lent í því að það vantaði hljóðfæri. Nú, já, hvað segirðu? Já. En það hafði aldrei orðin einn stórslys af því? Nei, þetta er alltaf einhvern veginn bjargast. Já. Segið mér nú eitt svona áður við ljúkum þessu. Nú eru þið búin að þekkjast þetta lengi, svona aldavinir eins og þið. Báðir svona léttir og brún og hýrir alltaf hreint. Hefur aldrei slegist upp á vinskapinn hjá okkur og aldrei hlaupið snurða frá þeim? Ég man það ekki. Ég myndi muna það. Ég hugsa ég myndi nú muna það. Ég held að það get ekki verið. Já, við getum afland. Eru þið svona geðgóðir menn báðir tveir? Ég held við séum báðir svona eðlislatir, við nennum ekki að vera skipta. Þið getur sungið í stað. Já. Jæja, Guðmundur og Kristinn. Hratt flýr stund, segir í 13. kvæðinu. Þetta er bara, þættinum er að ljúka, tíminn er búinn að fljúga frá okkur. En ég legg nú til að við syngjum svo sem eins og, 2 lög áður en við hættum. Eigum ekki að gera það? Það líst mér vel á. Hvað eigum við að taka? Já, nú erum við glatt í yfir. Taka Hvað er svo glatt? Já, Hvað er svo glatt? Það er ekki ágætt. Það er svo glatt sem góða þína fundur, gleði skín og vonar himinn blá, eins og á vori laufið skríður í stundur, lifnar og fæðist hugar kætin á. Á meðan núna gullu tárin glóa og guða þeim að líka sálar í, á er það víst að vestur blóðin gróa í brjóstum sem að geta fundið til. Allir nú! Það er svo hægt að búa eins og sveini, við tára börn að vanta stundum sjó, og lífið er að flutta þína
klappa fyrir ykkur. Jæja, þá er komið að lokum þessa þáttar. Mér langar til að þakka ykkur áhorfendur góðir fyrir samveruna í kvöld og ekki síst salargestum, kór aldraðra í Reykjavík og barnakór Bústaðasóknar. Að ógleymdum undirleikara kvöldsins Guðna Þ. Guðmundsinni og þá ekki síðast en ekki síst þeim Kristni Hallsinni og Guðmundi Jónsinni. Nú, ég bið ykkur áhorfendur góðir að fara varlega með eldfærin í nótt. Góðar stundir þangað til við sjáumst aftur miðvikudaginn 17. janúar. En við tökum eitt lag að lokum, er það ekki? Þið var átt í Kot og Kátt? Já. Verið þið bless og góða nótt. Nú verður sýndur lokaþáttur breska gamanmyndaflokksins